Ellarós, sigur á Eistlandi í dag, hvað að skapa þetta fyrir þína drengi? Fyrst og fremst bara góð liðseild. Töluðum það í hálfleik, við vorum komin með 15 stóðsendingar í hálfleik. Við vorum bara að spila frábærlega saman. Og svona hluti sem við erum búin að vera að hamra á allt mótið og í undirbúningum og svona, það var svona eins og það kikkaði bara inn í þessu leik. Spilaðum rosalega vel saman, bæði í vörn og sókn. Hvernig er liðið að díla við fjarveru Hákons? Sko, það var greinilegt að við söknuðum hans í leiknum móti Svíum. Þurfum að verjast í að við erum búin að geta verið með 3 bakverðir inn á, þannig að það er erfitt að pressa okkur og svo fengum við mikla pressa á okkur móti Svíum og náðum ekki alveg að höndla það. Þannig að hann er náttúrulega mjög góð leikmaður, þannig að við söknum hans klárlega. En kannski í dag þá voru við kannski annar leikur en ána, þannig að við kannski aðeins farnir að venjast í. Og við verðum bara aðlaga okkar leika því, það þýðir ekkert hugsa um það annað, þó við vildum alveg sjálfsögðu hafa. Þú sigriði meistarana í síðasta leik. Það hlýtur nú svona að gefa ykkur byr undir báða vængi. Já, í rauninni sko, við réttöfum fyrir Finnum og réttöfum fyrir Norðmönnum og skítöfum fyrir Svíum. Við hefðum í rauninni að við geta unnið bæði Finna og Norðmenn líka. Það vantar kannski stöðuleika, svona eins og í þessu móti? Já, ég held bara kannski fyrsta mótið og strákarnir eru að læra margt nýtt og þá er það kannski bara eðlilegt. Ég kannski ekki endur stöðuleika, það er mjög gott að vera í jöfnum leikjum út af Finnum, við erum rosalega gott lið. Norðmenn erum hörkuliðið líka, en ég held að við geta unnið þá bara með aðeins fyrir einbeitingu. Ég held kannski að jákvæða út úr þessu er að við endum að sigri á meisturunum sem eru með frábært lið og sem sýnir okkur að kannski strákarnir eru búin að vera meðtaka sem við erum búin að fara yfir og er að bæta sig leik frá leik. Takk fyrir.